Góðan daginn. Ég set hér 39. fund bæjarstjórnar sem haldinn í bæjarstjórnarsal 5. 28. ágúst 2025 og hófst hann klukkan 17:10. Fundinn sitja Ragnar Már Ragnarsson, Haukur Garðarsson, Heiðrún Höskuldsdóttir, Þórhildur Eyþórsdóttir, Ragnar Ingi Sigurðsson og Steinunn Magnúsdóttir og sú sem hér stendur, Hrafnhildur Halldórsdóttir. Fundargerðarritari Jakob Björgvin bæjarstjóri og Jón Sindri sér útsendingu. Og hér eru 11 mál á dagskrá. Býð ykkur innilega velkomin úr sumarfríinu og að allir hafi átt gott sumar. En ég ætla að byrja því að bera upp tillögu að eftirfarandi mál verði tekin á dagskrá fundarins með afbrigðum. Það er mál nr. 24-01-022, samstarf uppbyggingu í Víkurhverfi. Hverjir eru samþykkir því að þetta mál verði tekið inn með afbrigðum? Og það er samþykkt samhljóða. Þetta mál verður það mál nr. 5 á dagskrá fundarins. Og þá göngum við til dagskrár. Fyrsta mál er fundargerð bæjarráðs frá 35. fundi bæjarráðsins. Þetta er lagt hér fram til kynningar og orðið lust. Engin kveðsir ljós. Mál nr. 2 er fundargerð skipulagsnefndar frá 32. fundi nefndarinnar lagt fram til kynningar og orðið lust. Engin kveðsir ljós. Mál nr. 3, forsendur fjárhagsáætlana sveitarfélaga 2026 til 2029. Er lagðar fram forsendur fjárhagsáætlana fyrir þessi ár og forsendurinn taka mið af nýútgefinni þjóðhagsspá Hagstofu Íslands og lagt hér fram til kynningar og orðið laust. Engin kveðsir ljós. Liður 4, reglur sérstakan húsnæðisstuðning og fjárhagsaðstoð. Það er lagðar hér fram endurskoðaðar reglur félags- og skólaþjónustu Snæfellinga sérstakan húsnæðisstuðning og drög að reglum fjárhagsaðstoð. Bæjarráð samþykkti reglunar á 34. fundi sínum og vísaði þeim til fyrri umræðu í bæjarstjórn og á 38. fundi sínum vísaði bæjarstjórn reglunum til síðari umræðu. Bæjarráð samþykkti reglunar á 35. fundi sínum og lagði til við bæjarstjórn að samþykkja reglur félags- og skólaþjónustu Snæfellinga sérstakan húsnæðisstuðning og reglur fjárhagsaðstoð. Orðið er laust undir lið 4. Engin kveðsir ljós. Bæjarstjórn samþykkir reglur félags- og skólaþjónustu Snæfellinga sérstakan húsnæðisstuðning og reglur fjárhagsaðstoð. Hverjir eru samþykkir þessu? Og það er samþykkt samhljóða. Liður 5, samstarf uppbyggingu í Víkurhverfi. Bæjarráð samþykkti á 35. fundi sínum að auglýsa eftir aðilum til samstarfs áframhaldandi uppbyggingu íbúðahverfis í Víkurhverfi í Stykkishólmi í samræmi við fyrirliggjandi auglýsingu. Auglýsingin var birt 11. ágúst og var veittur 2 vikna umsóknarfrestur. Ein umsókn barst sveitarfélaginu frá Skipavík ehf. Lögð er fram umsókn Skipavíkur ehf samstarf skipulag og uppbyggingu íbúðarhúsnæðis vestan Borgarbrautar í Víkurhverfi. Orðið er laust undir lið 5. Ragnar Már bæjarfulltrúi. Íls, þakka þér svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Að taka aðeins til máls undir þessum lið sem að tengist nú reyndar lið nr. 6 líka og það er varðandi þetta samstarf uppbyggingu á íbúðahverfi. Hvað segir maður sunnan við Víkurhverfið sem er nú þegar skipulagt og það eru fjölmargar spurningar sem mann finnst svona ósvarað áður en að kannski sem hefði kannski verið gott að fá svona svar við áður en að yrði farið í svona viðræður og svona auglýsingu. Það er til að mynda kemur fram á einhverjum uppdrætti að það sé stór hluti svæðisins merktur óbyggilegur. Það er spurning hver metur það, var það bæri sem mata eða var það einhver verkfærisstofa sem var fengin í það eða einhver verktaki. Ég tek fram að ég ætla að samþykkja að máli fari áfram til frekari umfjöllunar
einfallega til að fá þá fær skipulags- og byggingarnefnd tækifæri til að tjá sig þetta. Það eru líka svona máli spyrja sig, þú veist, eins og með auglýsinguna. Ef ég maður rétt á birtist hún bara á heimasíðu sveitarfélagsins í einhvern stuttan tíma. Þannig að það var nú kannski ekki margir sem að þau tækifæri á því að ef ég maður rétt bæjarstjóri leiðrétti mig ef ég er að fara með rangt mál. Þannig að það var nú kannski ekki margir sem að höfðu þá kannski tækifæri á að sjá þessa auglýsingu. Svo má líka spyrja sig hvernig verður með parasólóðir í sveitarfélaginu almennt í framhaldi ef að verður gengið til samninga við einn aðila. Verður allar bærin að sjá til þess að verði nægt framboð fyrir hugsanlega aðra til að byggja og selja. Ég meina það sýnir sig alveg og það hefur sýnt sig núna í nokkuð mörg ár að það er hægt að byggja til að selja í Hólminum þó að lóðaverðið sé nú svona þokkalega hátt með við kannski önnur sveitarfélög sem við berum okkur við eins og svo Nissinu. Þannig að það er svona, já, það eru ansi margar spurningar sem að vakna og þannig að ég ætla að samþykkja það að máli fari til frekari vinnslu í skipulagsnefnd og svo er þetta náttúrulega svona út frá einhverju svona jafnræðisreglu sko. Það má alveg spyrja sig líka sko hvort að sé eðlilegt að einum aðila sé úthlutað stóru svæði. Hugsanlega verður þetta góðs, ég er ekki að segja það. En við höfum bara nýlegt dæmi til dæmis í Reykjavík þar sem að dreifingaraðili og söluaðili og olíu átti bensínstöðvar þar sem er óskað eftir að breyta þeim lóðum í íbúðarhúsalóðir og þar voru þó eftir nokkuð mörg ár af lóðalegu samningnum og náttúrulega eignir sem stóðu á þeim lóðum. Ég man ekki betur en eftir að það hefur mætt bara mikilli mótspyrnu í borgarstjórninni og það kannski sérstaklega borgarfulltrúum sjálfstæðismanna. En eins og ég segi, minnst alltaf að taka þetta samtal og leyfa þá nefndin að fjalla þetta og frekar umræðu þá í bæjarráði. Takk. En þetta tengist náttúrulega máli númer 6 líka, þannig að ég voni ég svari þá fyrir bæði. Þannig ég Ragnar komist á í hestaferð klukkan 6. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnar Már. Orðið er laust undir lið 5. Enginn kveður sér hljós. Bæjarstjórn samþykkir að hefja viðræður við Skipavík ehf. Samstarf skipulag og uppbyggingu íbúðarhúsnæðis vestan Borgarbrautar í Víkurhverfi á grunni fyrirliggjandi gagna. Þar sem einungis ein umsókn barst er ekki þörf á sérstöku mati milli umsóknaraðila en bæjarstjórn felur bæjarráði að meta almenn og sérstök hæfnisskilyrði umsækjenda. Bæjarstjórn vísar samningaviðræðum við Skipavík ehf. Til vinnslu í bæjarráði og að haft verði samráð við skipulagsnefnd skipulagshluta samningsins. Bæjarstjórn mælist til þess að fulltrúar Skipavíkur ehf. Fái sem fyrst tækifæri til þess að kynna áform sín og hugmyndir nánar á sameiginlegu fundi bæjarráðs og skipulagsnefndar. Hver eru samþykkið þessum? Og það er samþykkt samhliða. Þá komum við að lið 6, lóð R1 í Víkurhverfi. Á 34. fundi bæjarráðs var lagt til að lóðin R1 í Víkurhverfi verði auglýst laus til umsóknar með það að markmiði að umsækjandi sæki til sveitarfélagsins heimild til uppbyggingar á lóðinni á grunni greinar 4.2 í lóðareglum sveitarfélagsins með þeirri forsendu að miðað verði við 600 fermetra byggingamagn, bílastæði snúið að Borgarbraut og íbúð verði alltaf 4 með bílskúrs heimild. Forgangsröðun úthlutunar til áhugasamra aðila skuli byggja á grein 4.2 í lóðareglum sveitarfélagsins. Bæjarstjórn samþykkti á 38. fundi sínum að auglýsa eftir áhugasömum aðilum á framangreindum forsendum til samtals uppbyggingu á lóð R1 í Víkurhverfi sem gæti orðið grundvöllur að lóðarúthlutun í framhaldinu. Auglýst var eftir áhugasömum til samtals uppbyggingu á lóðinni 27. júní síðastliðinn. Einn aðili, Skipavík ehf. Sóttist eftir samtali við sveitarfélagið uppbyggingu á lóðinni og á fundinum var lagt fram minnisblað bæjarstjóra ásamt tillögu að afgreiðslu málsins. Bæjarráð vísaði á 35. fundi sínum tillögun til afgreiðslu bæjarstjórn og orðið er laust undir lið 6. Enginn kveður sér hljós. Bæjarstjórn samþykkir að hefja samtal við Skipavík ehf. Uppbyggingu á lóð R1
einum í Víkurhverfi á grunni fyrirliggjandi tillögu. Í ljósi yfirstandandi viðræðna við Skipaegg ehf. Uppbyggingu íbúðahverfis í Víkurhverfi samþykkir bæjarstjórn að samtal lóðina R1 verði hluti af viðræðum við Skipaegg ehf. Skipulag og uppbyggingu íbúðarhúsnæðis vestan Borgarbrautar í Víkurhverfi. Hverjir eru samþykkið þessu? Og það samþykkt samhliða. Þá er komið að lið 7 sem fundaáætlun bæjarstjórnar og bæjarráðs. Nú er lögð hér fram að fundaáætlun seinni hluta árs 2025 lagt fram til kynningar. Orðið laust undir lið 7. Hver eru samþykkið þessari áætlun? Allir samþykkir áætlunni. Samþykkt samhljóða. Liður 8. Ósk Íslenska gámafélagsins landsvæði til afnota. Hér er lögð fram beiðni Íslenska gámafélagsins þar sem óskað er eftir stækkun á lóð við flugvallarveg 20. Bæjarráð tók erindi fyrir á 35. fundi sínum og óskaði umsagnar skipulagsnefndar. Á 32. fundi skipulagsnefndar lagði nefndin til við bæjarstjórn að gerður verði afnota samningur við Íslenska gámafélagið samanber tillögu skipulagsfulltrúa 25. ágúst 2025. Afnotasamningur verði í gildi þar til deiliskipulag hefur verið unnið af öllu svæðinu. Orðið er laust undir lið 8. Og það hveðsur engin hljóðs. Bæjarstjórn samþykkir tillögu skipulagsnefndar. Hverju samþykkir því? Og það er samþykkt samhljóða. Þá komum við að lið 9, Austurgata 4. Á 32. fundi skipulagsnefndar var lögð fram að nýju tillaga að óverulegri breytingu á deiluskipulagi miðbæjar austan aðalgötu. Tillagan hefur verið grenndarkynnt samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga og var hún kynnt lóðarhöfum Austurgötu 1, 2, 3, 4 og 6 og Smiðjustíg 2 og 2a. Athugasemdir bárust frá eigendum Smiðjustígs 2 og Austurgötu 4a. Skipulagsfulltrúi lagði fram til samþykktar athugasemdir og bókunar svari við athugasemdirnar. Skipulagsnefnd samþykkti svör við athugasemdum og framlagða deiliskipulagsbreytingu að lokinni grenndarkynningu. Nefndin lagði til við bæjarstjórn að breytingi verði samþykkt og deiliskipulagið taki gildi með birtingu í B-deild stjórnartíðinda og verði send skipulagsstofnun til varðveislu í samræmi við 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga númer 123 frá 2012. Og orðið er laust undir lið 9. Haukur Garðarsson, bæjarfulltrúi í lista. Já. Já. Það er kannski bara einfaldast. Þá hefur Haukur Garðarsson vikið af fundi undir afgreiðslu þessa máls. En orðið er laust ennþá undir lið 9. Og enginn hefur kveðið sér ljós. Bæjarstjórn samþykkir tillögu skipulagsnefndar að samþykkja framlagða deiliskipulagsbreytingu að lokinni grenndarkynningu og að deiliskipulagið taki gildi með birtingu auglýsingar í B-deild stjórnartíðinda. Bæjarstjórn felur skipulagsfulltrúa að annast gildistöku fyrirliggjandi deiliskipulagsbreytingar og staðfestir að öðru leyti afgreiðslu skipulagsnefndar. Hverju samþykkir þessum? Og það er samþykkt af 6 fulltrúum og Haukur Garðarsson vék af fundi. Haukur kominn inn aftur og við heldum áfram og tökum fyrir 10. mál á dagskránni sem er viðauki 2 við fjárhagsáætlun 2025 til 2028. Hér er lagður fram viðauki 2 við fjárhagsáætlun 2025 til 2028 og bæjarráð samþykkti á 35. fundi sínum tilfærslur á fjárfestingarliðum og vísaði þeim til vinnslu við viðauka 2. Orðið er laust undir lið 10. Haukur Garðarsson, bæjarfulltrúi í lista. Biðjum orðið. Gerðu svo vel, Haukur. Ég ætla bara að koma í bókun. Annar viðauki ársins er fyrst og fremst millifærsla milli liða og þar vegur mest hækkun kostnað vegna framkvæmda við viðbótar skólahúsnæði og fráveitu. Undirrituð er ekki sammála þeirri fjárhagsáætlun sem fulltrúi Hálfsins samþykkti fyrir yfirstandandi ár og viðauki 2 byggir á. Undirrituð situr því hjá við afgreiðslu málsins.
Undir það skrifar íbúalistinn Haukur Garðarsson, Ragnar Már Ragnarsson og Heiðrún Höskuldsdóttir. Hefði þetta ekki lengra þar sem þetta var að hljóta þessu. Takk fyrir þetta, Haukur. Orðið er laust undir lið 10. Og enginn biður orðið. Bæjarstjórinn samþykkir viðauka 2 við fjárhagsáætlun 2025 til 2028. Hver er samþykkið þessu? Og hverjir sitja hjá? Þetta er samþykkt með 4 atkvæðum H-listans og bæjarfulltrúa I-lista sitja hjá. Þá komum við að 11. lið á þessum fundi sem er minnispunktar bæjarstjóra. Jakob, gjör svo vel. Forseti, ég ætla að gera hér stuttlega grein fyrir minnispunktum mínum hér í lok ágúst 2025. En byrjum á þessu að löng hefð er fyrir því að fulltrúar vinabæja mæli sér mót og kynni starfsemi, áskorunum og tækifærum hverra annara. Vinabæjamót er haldið annað hvert ár og fer fram í Örebro í Svíþjóð þetta árið, dagana 8. til 11. september. 3 fulltrúar sækja móti fyrir hönd sveitarfélagsins en það eru sá sem hér stendur ásamt forseta bæjarstjórnar og formanns bæjarráðs. Nú, ríkisstjórn Íslands fundaði í Stykkishólmi dagana 14. til 15. ágúst. Meðal annars fundaði ríkisstjórn með samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi og sveitarfélögum almennt á Vesturlandi en aðal áherslumál fundarins voru atvinnumál og fyrirhuguð atvinnustefna. Ríkisstjórnin átti einnig ýmis óformlegri samtölun en að loknum ríkisstjórnarfundi var félagsmönnum aftanskins og öðru eldra fólki í sveitarfélaginu boðið til kaffisamsætis á Höfðaborg. Þar gafst viðstöddum tækifæri til að eiga samtal við forsætisráðherra og aðra ráðherra ríkisstjórnarinnar málefni líðandi stundar. Til að slá botninn í heimsókn ríkisstjórnarinnar stýrði Heimir Laxdal fjöldasöng þar sem ríkisstjórnin söng ásamt viðstöddum allt sem við viljum er friður og jörð. Þannig. Í umhverfisgöngum sem hófust árið 2019 kom ákall bætt umferðaröryggi í Stykkishólmi. Áður hafði verið bent á fundu skóla- og fræðslunefndar að rýna þyrfti þetta málefni sérstaklega með tilliti til umferðaröryggis á skólasvæðum og sveitarfélagið hefur verið í gegnum þessi ár að reyna að bæta umferðaröryggi í sveitarfélaginu og unnið markvisst að fjölmörgum úrbótum á því sviði. En í byrjun ágústmánaðar settu starfsmenn sveitarfélagsins upp umferðar EYUR í Silfurgötu og staðsetning þrenginganna og útfærsla var unnin í samstarfi við ráðgjafa VFSO. En með aðgerðum er leitast við að auka öryggið bæði gangandi og akandi vegfarenda eins og best verið á kosið. Gjaldtaka bílastæða við höfnina í Stykkishólmi, eða Stykkishólmshöfn, hófst 30. júlí síðastliðinn en gjaldskyldu þessa árs lýkur í septembermánuði en gjaldskyldan er einungis á tímabilinu maí til september ár hvert. Frá með október til byrjun apríl eru bílastæði því gjaldfrjáls. Umfangsmiklar framkvæmdir stóðu yfir íþróttamiðstöðinni í Stykkishólmi í sumar. Það var verið að skipta parkett á íþróttasalnum. Framkvæmdin gekk vel og eru nú ungir sem aldnir íþróttaiðkendur í Stykkishólmi farin að stunda sér sport á splunkuníu og góðu parketti og
og er mjög mikil ánægja með þetta hjá því unga fólki sem ég ræddi við á dögunum. Nýr sána og infrarauður klefi var tekin í notkun í lok júlímánaðar, var það lokahnykkurinn í miklum endurbótum á aðstöðunni í sundlauginni. Nýju pottarnir sem teknir voru í notkun skömmu fyrir hafa vakið mikla lukku en að ræða hefðbundna klórpotta annars vegar og hins vegar potturinn sem er hér á nær á myndinni sem er með okkar einstaka heilsuvatni sem við í Stykkishólmi státum af. Í júlímánuði var sett nýtt met í innkomu sundlaugarinnar og eldra aðsóknarmet yfir fjölda í mánuði nánast jafnað. Gestafjöldi var 10.656 en árið 2020 þegar landsmenn voru hvattir til að ferðast innanlands vegna Solstis sem var að gerast á, voru 10.660 gestir sem heimsóttu laugina í júlí. Umtalsverðar framkvæmdir hafa staðið yfir aðalgötuna undanfarið en það er að vera að endurnýja gamla lögn undir aðalgötunni en framkvæmdin er liður í undirbúningi á umfangsmiklum framkvæmdum sem gerðir á að vera að fara af stað núna á næstu dögum með endurbætur á aðalgötunni í Stykkishólmi. En fyrir er að leggja nýtt malbygg á götuna frá Bónus upp aðalgötu að afleggjarum hesthúsinu. Ásamt öðrum malbyggjum og framkvæmdum hér í Stykkishólmi. Klassíkin okkar, tónleikar Sinfóníuhljómsveitar Íslands verði í beinni útsendingu föstudagskvöldið 29. ágúst klukkan 20 í sundlaug Stykkishólms. Að þessu sinni eru sönglaug í brennidepli og er heiti tónleikana Söngur lífsins. Sinfóníuhljómsveitin leitaði eftir því að sveitarfélög taki þátt í viðburðunum og myndu leyfa sundlaugagestum að njóta, enda eru tónleikarnir á opnunartíma sundlaugana. Hægt er að hlusta á ljúfa tóna Sinfóníuhljómsveitarinnar í nýjum og glæsilegum heitum pottum frá klukkan 20 á föstudagskvöldið. Svæðisgarður Snæfellsnes býður upp á ljúffenga heilsudrykka á bakkanum á meðan birgðir endast. Hvetjum alla til þess að mæta í sundlaugina og hlusta. Glöggir að tekið eftir að það er búið að setja nýtt skilti eða ekki búið að opinbera það samt niður á höfninni hjá okkur. En það er sem sagt skilti til minningar Vestufara sem verður afhjúpað á höfninni í Stykkishólmi sunnudaginn 31. ágúst næstkomandi klukkan 2. Skiltið er unnið í samvinnu við ættfræðifélagið Icelandic Roots. Félagið hefur það að markmiði að heiðra og halda á lofti sögu Vestufara og hjálpa fólki í Norður-Ameríku og annars staðar í heiminum að finna og efla tengsl sín við Ísland. 50 sjálfboðaliðar og meðlimir félagsins sækja viðburðinn en hópurinn er á ferð Ísland næstu daga og verða sambærileg skilti einnig afhjúpuð á Eyrarbakka og Húsavík. Árið 2023 voru sett upp skilti á Seyðisfirði, Vopnafirði, Sauðárkróki og Borðeyri á vegum félagsins til að heiðra Vestufara og halda sögu þeirra lofti. Viðburðurinn er öllum opinn og er allir hvattir til þess að mæta en á lokinni afhjúpun verður boðið upp á léttar kaffibindingar í Norska húsinu. Á lokum þetta stefnt er á umhverfisgöngu í ár og hún verði dagana 15. til 18. september. Og einhvers spyr sig þá af hverju í september. En ástæða þess að beða með gönguna fram í september í ár er svo að nýjir lykilstarfsmenn í þjónustumiðstöð sveitarfélagsins tóku nýverið til starfa en gangan er mikilvægt veganesti fyrir þá starfsmenn sveitarfélagsins sem stýra dagstaglega umhirðu og opnum svæðum sveitarfélagsins, framkvæmdum, viðhaldi og eignum og umhverfismálum almennt. En í göngunni mun bæjarstjóri ásamt öðrum fulltrúum sveitarfélagsins ganga með íbúum hverfi Stykkishólms og huga að nánasta umhverfi. Tilgangurinn er, eins og fólk þekkir, að efna til samtals nánasta umhverfi, hvað megi betur fara í frágangi og umhirðu bæjarins, auk þess að miðla upplýsingum fyrirhugaðar framkvæmdir. Síðast var umhverfisgangan haldin árið 2021, þar árið 2019 vegna ófyrirséðra aðstæðna þurfti að aflýsa göngunni árið 2023. Fjölmargar gagnlegar ábendingar hafa borist í þessum göngum sem hafa verið haldnar til þessa
og búið að gera fjölmargt þar sem íbúar bent á í þessum göngum og í aðrar ábendingar einnig nýst vel og hafðar leiðarljósi í ýmsum framkvæmdum og stefnumarkandi ákvörðunum sveitarfélagsins. Þannig að ég bara hvet alla til þess að mæta þessu göngur og taka þátt í þessu samtali. En ganga verður auglýst nánar fyrir nær dregur. Það er ekki meira frá mér að sinni. Já, takk fyrir þetta, Jakob. Orðið laust undir þessum liðminnispunktum bæjarstjóra. Það má. En það kveður sér engin hljós, en hérna, ég sé alveg ástæð til þess að þakka bæjarstarfsmönnum fyrir hvað bærin lítur bara vel út, minnst vera snirtilegur og hérna þeir sem að unnur við hvort það var sláttur eða klipping eða hvað, minnst vera að staða sér vel. Minnst bærin líta mjög vel út og hérna, svo hlakka ég náttúrulega til að sjá sér flesta í sundi á annarkvöld og hérna, og við þessa athöfn á sundaginn og slít þar með fundi klukkan 17:35 og þakka góða fundarsetu og góða ferð, Ragnar.